Þannig að leikur hérna við Noreg á morgun, hvernig bara svona tilfinningin fyrir leiknum? Bara góð. Ég held að séum bara klári í þetta og það var hörkuleikur, erfiður leikur og allt það en við förum bara með jákvætt hugarfar inn í þennan leik og stefnum á að vinna. Síðasti leikur gegn Noregi á Þróttarvellinum, getur við tekið margt frá þeim leik til þess að nota í leikinn á morgun? Já, ég hef alveg vonað því, þó að það verður svo sem einhverja breytingar á þeim að þá í grunninn hvernig það er spilað alltaf og hafa verið að spila þá getum við tekið margt sem við vorum að gera vel í þeim leik og flutta yfir í þennan en þetta er náttúrulega bara annar leikur og nýr leikur með að hluta til nýju leikmönnum þannig að við þurfum að vera tilbúin í eitthvað sem er breyta en klárlega ef það er halda áfram sínu skipulagi þá höfum við allan að séð ákveðna veikleika sem við getum nýtt okkur. Hvernig hefur bara gengið í aðdraganda þessa leiks, svona æfingar og þess að það? Bara ágætlega og gengi bara fínt heilt yfir. Þetta er náttúrulega vonbrigði að Emilía meiddist aðeins á æfingu í fyrradag og það getur gerst og en við bara undirbúningum gengi ágætlega og allar aðrar eru klárar í þetta. Þurfti að gera 2 breytingar eftir þú valdir hópinn, er ekki svolítið leiðilegt? Jú, auðvitað er það alltaf vonbrigði þegar svona kemur upp á en þetta getur alltaf gerst og þetta er partur af þessu að leikmenn geta meðist og þar að leita ekki spila leikinn þannig að við erum bara klárið það þegar það kom breytingar og við þurfum bara að takast á við það og kalla nýja leikmenn inn. Kallaður Fanndísinn í gær svolítið, kannski svona smá óvænt, hver var svona hugsun að baka það að kalla hana inn í hópinn? Bara hún hefur verið fín með val og verið svona þeirra helsta vopn fram á við og ég taldi bara að hennar reynsla og geti nýst okkur í þessu verkefni og hún hefur alveg verið í huga okkar undanfærið og alveg verið að velta fyrir hvort við ættum að taka inn en við ákváðum að taka inn núna þegar þetta gerist og ég er full að trúa þegar fannst ég eftir að vera góð viðbót við hópið hjá okkur. Er hún komin til móts á hópinn? Já, hún kom í nótt, þannig að hún er með það einhvern veginn eftir og er bara tilbúin í það. Fyrsta verkefni hennar í 5 ár, svona skemmtilegt að fá hana aftur inn í hópinn? Já, algjörlega, Fanndís á náttúrulega fullt af landsleikjum og fullt af reynslu í stórum verkefnum, þannig að vonandi getur það bara hjálpað okkur og nýst okkur í þessum leikjum sem framöndan eru. Erfitt að svona velja hver átt að koma inn í hópinn núna? Já, það er alltaf erfitt hvað ákvarðanir maður er að taka en í sjálfu sér ekki þannig eitthvað rosalega langur hugsanagangur sem við höfum að hverju ætlum að taka inn þannig að hún var alveg svo sem á mörkunum að vera bara í hópinu núna þannig að ákvæmum bara að taka hann inn víst að þetta gerðist og þannig sjálf það var sjálf sér ekkert eitthvað langur hugsanagangur sem við farið í gegnum eitthvað langt ferli heldur við þurftum bara að taka ákvarðanir 1 og 3 og við gerum það bara. Áslaug Munda verður ekki með í leiknum morgun, útskrifast að Harvard, hvernig voru bara svona samtöl við hana fyrir þá ákvörðun? Þetta er reyndar löngu ákveð, ég bara glemt að segja ykkur þetta á blaðamannafundinum daginn, hún myndi ekki vera með í fyrir leiknum. Samtalið okkur voru bara þannig að hún sagði bara ég er tilbúin að spila og segja mér að mæti leikinn og en að samaskapi var alveg löngun hjá henni til að fara í útskriftina, þannig að ég sagði henni bara að fara í útskriftina og koma svo til mótsökur í seglinu. Þetta er ekkert eitthvað sem þú ert ósáttur við? Alls ekki, þetta er bara samtal með okkur, þetta er langt síðan við áttum þetta samtal og raunverulega langt síðan þessu ákvörðun var tekin, þannig að hún var bara tekin raunverulega bara í síðasta glugga, þannig að það var ekkert eitthvað flókið og ég skil það vel að hún vildi fara í útskriftina vegna þess að hún var búin að gangi í gegnum það ýmislegt í kringum tíman sinn þarna úti í Bandaríkjunum og þetta er stórt fyrir hann að klára þetta og gera það með stæl og mér finnst það bara eðlilegt og fengi að fara í útskriftina og svo myndi bara mæta til okkar á laugardaginn. Stórar fréttir síðan talað síðastu blaðamenn, Svendis Jane komin til Angel City í Bandaríkjunum, hvað finnst þér það skref? Ég held sér bara flott, gott lið, góð deild og ég held sér bara flott skref fyrir hana og gefur held ég henni bara mikið að spila í svona stóru liði með góðum leikmannum og líka í bara hörku deild. Nú erum að leikurinn á morgun að spila hérna á Lerkendal heimavelli Rósenborg, þetta er rosalega flottu völlur, er gaman að spila hérna? Já, ég held að þetta sé bara, völlurinn lítur vel út, sjálfur græsvöllurinn og umhverfið er bara flott og þannig að vonandi verður bara slatta fólki hérna og verið stemming og við eigum góða leik, það er okkar markmið og það er eina sem við fókusum á, við ætlum að koma yngar og spila vel á þessum velli og njóta þess.
mikilvægt að taka góð úrslit úr þessum glugga og halda sér í aðdeildinni. Já, það er náttúrulega bara markmið okkur 1 og 3 núna, það er að fá góð úrslit á föstudaginn og fá mörg stig í þessum glugga, þannig að það er markmið okkar að við þurfum að byrja á föstudaginn, eiga góðan leik og fá góð úrslit og halda okkur í aðdeildinni. Það er stórt og skiptir okkur miklu máli upp á bara framhaldið. Takk fyrir þetta, Steinar Gabriel.